Sælir hlustendur góðir og áhorfendur. Ásdís Olsen heiti ég og í dag erum við að fara að ræða skíði. Við erum búin að fá til okkar helsta máttarstólpa íslenskra skíðasögu, allavega síðari ára. Hann Guðmundur Gunnlaugsson hefur komið að skíðaíþróttinu úr nánast öllum mögulegum hornum sem keppnismaður, landsliðsþjálfari, skíðakennari, brautryðjandi í sölu og skíðabúnaði og skipuleggjandi skíðaferða. Og við ætlum bara að fá að forvitnast allt varðandi hans skíðaævi og fá ráð varðandi hvaða skíðaferð við eigum að velja núna á þessu ári eða næsta ári. Velkomin Gummi. Vá, takk fyrir þetta, fallegt innlegg. Já, ég spurði tjatti svolítið út í því og það kom ýmislegt nýtt upp úr dúrnum sem var áhugavert, eins og það sem ég ætlaði þá að byrja á að spyrja Þú þekkir líklega alla helstu skíðakappa Íslands svona síðustu 50 árin. Myndirðu ekki segja það? Jú, eldri kynslóðinni, alla já, það er svoleiðis, já. Myndirðu segja að ég var eldri kynslóðin? Já, þú ert komið þangað. Þú ert komið þangað, sko. Ok, já. Segðu mér, hvern lítur þú á sem besta skíðamann Íslands síðustu 50 árin? Já, þetta er stórt spurt. Sko, ég held að við getum ekki hort fram hjá því að það er Sigurður H. Jónsson. Já. Hann var svona, komið lengst að öllum í þessar íþrótt, sko. Ef að byrja aðeins að tala Sigga Bóa? Já, Siggi Bóa einmitt. Já, það er náttúrulega þekkja hann flest allir sem hafa eitthvað komið að skíðaíþróttinni og ég var með honum í landsliðinu í nokkur ár. Akkurat, já. Já, og segðu mér aðeins, ykkar kynni þið eru bara saman guttar á Ísafirði að leika ykkur á skíðum. Já. Fyrir einhverjum, 60 árum? Já, meira kannski, svona kringu 60-65 ár, sko. Já. Og þá var rauninni bara að leiki sér á túnunum fyrir ofan bæinn. Já. Þar hópuðstu krakkarnir og vorum á skíðum og það voru allir á skíðum. Við byrjum að læra á skíði áður við byrjum að labba. Já, hugsa. Þannig var það á Ísafirði. Áttu þið skíði eða hvernig var? Það áttu allir, mér fannst bara í minningunni að það voru allir sem áttu skíði í Kanada. Já. Það var allt dregið fram eitthvað gamalt og... Ég man að fyrstu skíði mín voru einhvers konar svona tréskíði. Já. Var það ekki þannig? Jú. Og það var svona, maður fór bara á stígvélunum í þau? Já. Og það var bara klemt svona aftur fyrir hæginn? Já, það var líka til þannig, já, það passar. Já. Þetta var allt í notkun og gamalt eldra sem var tekið bara fram með einhver vanda einhver. Já. Og það var ekkert pælt í hvort að skíðin voru á stóri eða lítil eða. Þetta var bara notað ef þetta rann, sko. Ok, en lýstu því aðeins svona fyrstu kynnuðinum af skíðaíþróttinni næstu áður nú ferð að ganga, segirðu? Já, það var bara leið og snjúrin kom og var þetta að fara á skíði, þá var bara alltaf fyrir utan heimilum hans. Það var leiksvæði, var alltaf skíðin þar, sko. Svo Ísafirði að Seljalandsdalur kom ekkert fyrir aðeins seinna, sko. Svo var hann svona spari bara fyrstum helgar en stóra urðin fyrir ofan Ísafjarðarbæi. Það var komin fljóðlýsing og það var komin lyfta sem Lions gaf Ísafirði á sín tíma sem var svona griðastæður unglinga og æfa og leika sér á skíðum. Var komin lyfta þar? Það var komin tálykta, já. Já, þið voru með tálykta þar. Þannig að lýstu þessu fyrir mér. Þú fer bara út úr húsinu með tunnustafina og röltir upp brekkuna. Rölti upp brekkuna á skíði og svo var það þannig að við rendum okkur heima að eldhúsglugga og bönkuðum og spurðum hvort það var þetta var heitt kakó. Þetta var rómantískt, Þetta var svolítið, alveg svakalt. Það var allt á kafi snjó í minningunni í gamla daga, sko. Já. Og segðu mér þá frá, hverjir eru þarna á skíðum með þér til þess að byrja með? Þú mátt alveg nefna nöfn út af því ég gerir ráð fyrir að það verið bara skíðamenn sem horfa á hana þátt. Já, þú meinar, sko, já. Auðvitað er Hafsteinn Sigurðsson, Samúel Gústafsson, Silli. Já. Hann er 84 ára held ég og hann er ennþá skíða alla dagar opið í Bláfjöllum. Sko, ég nefnilega hitti alla þessa gömlu kalla á skíðum í vetur upp í Bláfjöllum. Já, Árni Búba. Já, þeir eru bara mættir hana. Siggi Einars, já.
Siggi Einars ekki verið vestan sko, en hann mæti mikið í Bláfjöllum, hann líka á þessum aldri 84-5 ára. Já. Og Árni Búba og Silli, en svo þetta Gunnar Bóa, bróður Sigga og þarna voru þetta Addó og Valli Jóntans og Haffi. Já. Þetta var rosa breiður hópur. Einar Valur. Einar Valur, já. Svo stelpunar voru þetta Serra Gríms. Já, það voru miklu færri stelpur. Það voru miklu færri stelpur. Elsa Þorgils. Já. Já. Þær voru svona helstu á þessum tíma, sko. Já. Og hún Kristín Valls. Kristín Úls. Kristín Úls, já. Já. Alveg rétt, já. Hún býr á Siglufirði, já. Já. Hún býr á Siglufirði? Já. Ok, já, en hún frá Ísafirði. Hún frá Ísafirði, já. En ok, segðu mig, lístu það eins og þeir eru komnir upp í fjallana bara kannski eftir skóla, eða nei, þeir eru ekki byrjaðir skóla. Sko, fyrst að túnunum voru bara fyrst, yngstu árin, bara leið og komið snjór hana í garðinu, sko, liggu við. Svona, það voru fyrir ofan húsin að við byggum hana í Efribænum, það voru bara tún fyrir ofan okkur og þar voru bara að leika okkur á skíðum fyrst. Svo færist þetta upp í Stórurðina. Já. Sem var svona í miðri viku og þar var lyfta og ljós og þar voru við að hittast og það var stór hópur sem mætti þarna uppi. Þetta var bara svona leiksvæði, sko. Já. En svo þá var þröngur hópur að æfa skíði. Ég var ekki komið þangað þá. Nei. En svo kom meira leika mér þá, sko. Svo komið þetta í viðbót kom Seljansdalurinn. Já. Og það skýðast að fyrst bara opið helgar og svo fór það öll þróunin fram að það var bara skýðað alla daga. Það upp í Seljansdal. En þá þurfti einhver að keyra ykkur eða það var úta eða hvernig var það? Já, okkur var skuttlað. Bara skuttlað, já. Það fór allir heim í hádugin í mat, fóraldarnir og leiðin í vinnun og skuttluðu með upp yfir. Þetta er svona 5 minútur hvora leið. Já. Þannig að þetta var mjög skemmtileg tími, sko. Skemmtileg tími. Og manst þú eftir því einhvern veginn að vera farin að velta því fyrir þér til dæmis keppni eða vildur þú verða bestur á skíðum eða hvernig hugsaður þetta? Nei, þetta er sko unglingameistaramóti Íslands á Ísafirði þegar ég er í 15-16 ára. Já. Þá er ég farin að vera mikið með strákonum sem voru að æfa skíði. Já. Í sigskíði, sko. En ég var líka í gönguskíðunum þá aðeins að fikta. Og ég keypti á bæði unglingameistaramóti Íslands þá. Ég held þegar að segja að þetta hafi verið 72 í kringu það. Já. Og þá held ég að hafi verið, ég keypti á gönguskíðum, svo fór ég yfir og keypti á sigskíðum. Já, vá. Já. Bara þá var ég svona... Þú verður ekki farið í stökkið? Nei, fór ekki þangað, sko. En svo fóru við bara yfir í sigskíðin alveg, sko. Já. Fór ég að æfa með þessu strákum og stelpum. Þannig að þarna hefur ekki verið að leggja mikla áherslu á svig og stórsvig eins og félaga þínir? Nei, ekki fyrst, sko. Fyrstu árin var ég svona meira í báðu, bara fikta, sko. Að þetta var aldrei eins og þetta var svo mikið leikur hérna í gamla daga, skilur. Það var ákveðin kjarni sem var þröngur sem var á fullu að æfita, svo var aðrir sem höfðu bara gaman að þessu. En ef við tölum aftur Sigga Bóa sem er þá þinn nánasti vinur þarna á þessum tíma, er það ekki? Jú. Hann ákveður, það sé strax að hann er bara sviðskíða og stórsísmaður, eða hvað? Hann er sviðskíðamaður númer 1, 2 og 3. Já. Sko, já. Og hann var búin að tileinka sér ákveðna tækni sem margir eins og Hermann Nogler sem þjálfaði Ingimar Stenmark talaði svo hann hafði ákveðna eiginleika sem raunin margir voru ekki komnir þann level en þá voru ekki liðamótastangir eins og í dag, sko. Já. En hann var mjög tæknilegur. Hann sveigði einhvern veginn í kringum stangirnar svo lipulega að það var einhver lægilegt. Já. En og þá á þeim tíma þá náttúrulega bara keyrði fólk á stangirnar og kýldi þær í burtu með púða og allir marblettir og frá hnúanum og alveg upp á öxl, sko. Þetta var rosaleg Þetta voru bambustangir sem byrja með. Þetta voru bambustangir, akkurat. Þetta voru svo lis og svo voru misverar og menn voru mismarðir eftir þetta, sko. Illa farnir. Ég áttum á því, við erum búin að þekkjast í áratugi, Gummi, að við erum hérna að rifja upp, við erum árið svona svo, fólki sem segir í gamla daga
Í gamla dag, það voru bambustangir, það voru ekki svona, þú veist, plastangir með liðamót eins og núna. Ég var einmitt að rifja upp, það allir ekki 55 ár síðan að við fórum kynntust. Já. Ætli það hafi ekki verið á Ísafirði 1978 eða eitthvað svo leys. Sko. Já. Og já, þá voru, þú veist, verið að halda mót sem nú líka, við maður kannski að segja frá því sem okkur finnst augljóst, að þá við sem að bjugum í Reykjavík, við og náttúrulega þeir sem voru Húsavík, Siglufirði og út um alland, við saminuðust á þessum físmótum, punktamótum, á Ísafirði, Akureyri, Húsavík, Reykjavík og stundum fyrir austan. Já. Sem var einstök lífsgæði sem við fengum að upplifa þetta var rosa skemmtilegur og góðu kjarni. Já, og þarna eru við 14, ég að byrja að keppa í fullorðinsflokki þegar ég 14 ára, sko. Já. Þannig að 13, 14 og 15 ára er bara lífið undirlagt af skíðum. Akkurat, og þú sér líka ræturnar frá þessum tíma. Já. Að vináttan á þessum hópi sem var í kringum þetta þá, hún helst enda í dag. Það allir vinir og þegar hittast þá er svo fagnaði fundir að geta glaðst með þessu liði aftur. Nákvæmlega. Ég veit ekki hvernig það í dag að ég kom ekki nála þessu síðustu árin sko, sem slíku sem keppandi eða sem þjálfari fyrir ekki. En þetta var svo sterk bönd á þessu tímum. Nákvæmlega, það myndaðist og þið náttúrulega einmitt frá svæðunum eins og frá Ísafirði þá þarna þéttur hópur, vinahópur. Já. Og ef við höldum aðeins áfram með það, þína sögu þarna, að þú verður aldrei upptekin af því að vera kannski að komast í landslið og svona eins og Siggi. Nei, aldrei. Það var aldrei inn í hvarla aldrei að mér. Ég hafði miklu meira gaman að ég bara æfita og leika mér á þessu. Já. Heldur en það að vera, og keppa, en ég flytt suður 18 ára, 75, að vera 19 árinu. Og þá fer ég í skíðadeild IR. Já. Þannig að þá var mikil uppgangur í skíðadeild IR og það var mjög skemmtileg tími, en fyrir vestan var, voru allir að æfa og þarna voru líka, ég glemdi Gunnar Bjarna, besta vin Sigga líka. Já. Hann var líka mikið efni, sko. En að við svona aðeins náum utan í söguna Sigga og svo fyrir þá sem eru að hlusta að hann, það er sorgarsaga náttúrulega en hann er alveg einstakur skíðamaður og er að æfa einmitt með sænska landsliðinu og er að keppa á ólympíuleikum og heimsmeistaramótum og er mikið að þvælast bara um heiminn í svona eitt svolítið. Já, það er auðvitað, ef maður hugsa tilbaka að þú myndir aldrei senda ungt barn, ungling. Já. Sem býr í ferðartösku og er að æfa í Evrópu einhvers staðar með fullorðnum mönnum skilur. Já. Og það myndi engi gera í dag, en þetta var bara tíðkast þessi andi þá að krakka fóru bara eins og hann. Já, hann fór bara sem stráklingur einn á flakk. Á flakk sko með landsliðinu, sænska fekk að vera með þeim og hann var með þeim í mörg ár og var undir leiðsögn Hermann Nogler, að ég fer mér rétt fram að nafni hans. Já, sem þjálfaði Ingimar Stenmark. Já. Þannig að það hefði nú verið einstök upplifun að fá að vera að æfa með Ingimar Stenmark. Já, hann sagði líka akkurat manni eftir í að þegar æfingarnar voru búnar, þá var alltaf Ingimar Stenmark eftir í fjallinu. Já. Og hann þurfti að skíða frjáls til að vera að taka inn svona tæknin og pæla í hvernig snjórinn er, hvernig beygjurnar hans eru og fara aftur í brautina og pæla og vildi vera einn í friði eins lengur. Já. Þegar allir voru farnir niður. Það gerir Siggi? Nei, það gerir Ingimar Stenmark. Það gerir Ingimar Stenmark, hann hefur verið svona íhugull. Já. Mikill pælari, já. En hvernig verður maður besti skíðamaður heims? Já, en svo er það breytingar þess að maður orði líka, þú veist, á uppbyggingu skíðana fram á daginn í dag eru rosalegar. Já, frá því að skíðin eru, mér langar nefnilega út í þú ert mikill sérfræðingur í því og ert búin að vera að halda utanum skíðakaup okkar, skíðafólks, alla tíð.
En út af því að það einhver punktur hann sem ég svo upptekin af, út af því að svo verður Siggi þegar hann hættir að keppa, Já. þá fer hann að finna fyrir þunglindi og svona, viltu aðeins lýsa því út af því að svo, vil hann enda lífsitt sem að náttúrulega ótrúlega sorglegt. Já, það kannski erfitt fyrir mig að taka þetta upp, þessu umræðu, sko. Já. Og maður er búin að sko hvað maður segja, þetta var bara sorglegu tími, sko. Hann var landsliðsþjálfari og hann er mjög tæknilegur og flottur landsliðsþjálfari og ég var aðstofamaður hans bæði upp í Kerlingafjöllum og líka á Hindidúks og fagmaður fram í fingugóma og það var gaman að sjá líka hvernig strákarnir sem komu þarna í landsliði þessi tíma og stelpurnar hvað hann var fagmannlegur og gerði þetta óbúslega flott allt saman, sko. Já. En svo þetta kemur bara eins og segir, það kemur áföll og hann lendir í þunglindi og það verður bara brestir í lífinu og þetta áfengið ekki fyrir alla. Já. Og það að leiðanda var þetta bara enda lífið sitt greið. Það eitt, ótrúlega sorglegt og ég finna þetta snertiði, en það sem að ég velt fyrir mér út af því að það og ég veit ekki hvort það má tala um það, en ég svona kannski bara langar aðeins að orða það og kannski tekur það einhver upp einhvers staðar annar staðar, en ég hef líka einhverja kenningu um það að fólk sem að keppir á svona, og í þessari skíðakeppni þá erum við að fara í ofsalega mikla vellíðunar vímu í spenningnum og ég kann kannski ekki alveg að nefna hvaða efni það eru sem flæðum líkamann en þetta er svo árangursmiðað og við förum að gildi okkar fer að liggja í því hvað við stöndum okkur vel. Og út af því að ég velti fyrir mig út í að það eru margir sem að fóru kannski ekkert sérlega vel á því að vera svona í þessari kappsfullu keppni, hvort það geti verið að vera svona tilgangsleysi þegar fólk hættir að keppa í svona íþróttum og allavega á það við í þennan hóp, það voru nokkri sem að urðu svona fundu sig ekki alveg, náðu ekki alveg að fóta sig eftir skíðaferilin. Já, við mistum 3 svo. Já, við mistum 3. Stráka. Það er rosalegt, já, sko. Það er 1 frá Dalvík og 1 frá Ólafsverði. Já. Og Siggi Ísverði. Já. Það er alveg rétt. Það þarf að svolítið að huga þessu. Já. Hvernig við, höldum utanum börn sem eru mikið kappsfull í íþróttum. Já. Það, ég tengja við þetta svo segir varðandi þessa hormónavímu og keppni og svo verður bara búið, skilur við. Svo bara allt búið. Já. Og hver ertu þá? Já, og hvar er vellíðunar tilfinningin sem þetta gaf mér? Já, hvað getur tekið inn til þess að halda áfram á öðrum vettfangi í lífinu, skilur þegar skíðin eru búin til dæmis í þessu tilfelli. Það er svona svolítið pæling í því, sko. Já. Þetta er svolítið áhugavert. Finnst þér, þú í rauninni samt siglir þá fram hjá þessu, ég gerir nú ráð fyrir, ég ætla kannski að ná utanum það, ég gerir ráð fyrir að ég haldi miklu betur utanum þessa sálrænu þætti í dag heldur var gert þarna. Alveg þetta var hálfgerð villimennska. Já, þetta var bara. Alveg, þú veist, ég var 13-14 ára í einhverjum landslýsferðum með fullorðnum köllum og ég upplifði ekki að það væri einhver svona sem væri að halda utanum mann sko tilfinningarlega eða einhver að tala við mann og spyrja hvernig líður eða hvernig ertu að hugsa að gera þetta eða eitthvað og við vorum mjög ung einhvern veginn og þú veist fjarri öllu kannski okkar hefðbundna öryggi þannig að þetta og eins og þú segir Siggi að keppa jafnvel meira og minna og æfa með erlendum landsliðum sko. Já, hann var sko þetta 3 ára yngri en Ingimar Stenmark. Já. Og þannig hann er. Hvað heldur það sé, er hann 15-16 og það fyrir að fara? Þú sér ef Stenmark sé 18 ára þá getur hann verið 15. Já, hugsaður. Já. Eitthvað svoleið sko.
þessi á þessu róli sko, þessi tími. Þannig að já, þetta var annars sérstakur tími. Já, blessu sér minning hans. Blessu sér minning hans, alveg sammála þér. En og þeirra. Já, og þeirra allra þriggja. Já. En svo við höldum áfram, eigum við að færa okkur yfir í umræðuna græjurnar sem þú varst að koma inn á, hvernig það hefur þróast frá því að vera eins og að tala um hálfgerðu tunnustafi. Já, það var ekkert spurt lengdir eða neitt, það var bara ef það rann, þá var það notað. Já. Fyrst í gamla daga, sko. Við tala um gamla daga, skilja. Já, við erum að tala um gamla daga. Það er ekki að komast. En svo, eins og þú sér það, ef við þróum það sem Ingimar Stenmark, þegar hann er upp á sitt besta, þá kringum 75-80, myndi ég halda, þá voru komin svikskíði og stórsskíði. Já. Og þá voru kannski svikskíðin 1,98 til 2,035, stórsskíðin 2,05 til 2,10. Hjá köllunum. Köllunum, sko. Já, ég var í 1,78 og kannski 2,05. Já, í stórsskíði, sko. Já. Svo en Ingimar Stenmark, hann kefti alltaf svikskíðunum í stórsvíði líka. Hann var bara ekkert að svissa á milli. Hann var bara með einskíði allt. Hvað er þetta að segja? Já. Það er svolítið merkilegt. Já, hann notaði bara svikskíðin og líka á eflistöðun að nota stórsvíðskíðin bara ef hann fannst brautirnar í svíi vera það opnar og flatlendi eða hvað það var. Já. Hann var alltaf með einskíði yfirleitt að keppa á kallinn. Athyglisvert. En var hann ekki líka miklu betri í svíi heldur en stórsvíi? Jú, hann var miklu betri. Já, miklu meira í svíin, já, miklu betri í svíin. En á þessum tíma þá var hann alltaf keppt bara í svíi og stórsvíi og svo var það samanlagt, Alpa tvíkeppni, já, þegar leikur sig og stórsvíi. Já, hann að menn voru kannski að keppa í stórsvíi bara til þess að fá punkta þar, sko. Já. En svo þróunum verður þetta alveg, ég myndi segja alveg, sko, já, hátt að 1995 skilur allir með tvenn skíði, allt í stórum. Svo það er ekki fyrir þessari öld að breytingi verður það mikil í skíðunum, sko. Það er fyrst og fremst að... Með karfinu. Já, með karfinskíðunum. En það gerðist þetta hægt í byrjun aldar. Já. Er það aldamótin, bara 2000? Já, þá er að byrja svona að kalla að séu orðin curving, þá skíðin orðin meira, ekki eins mikið eins og var upp á endurinn var, að þau byrjuðu að vera þægilegri að stýra þeim inn í beygjuna, sko. Og ég hef alltaf lýst í þannig, sko, þegar maður var á gamlu skíðunum, þá ert þú stjórnandinn á skíðunum og skíðin gera það sem þú beitið þér fyrir. En þegar þú ert komin að körfingskíðin, þá ert þú orðin farþeginn, þú hallaðir og býður hvað skíðin gera. Já. Skilur þau. Og svo fylgir þau bara eftir, sko. Já. Það er allt önnur skíðamennska. Allt önnur skíðamennska. En mér finnst rosa gaman að karfa. Mér finnst það nærði að vera að fljúga. Já. Þannig að það er svo góð upplifun og auðvitað gerum við náttúrulega sitt á hvað. Já. Sko málið er líka, skilur þau, að þegar þeir finna það upp að þeir eru að missa eftir aldamótin að missa fólk mikið á yngri kynslóðum yfir í snjóbrettin. Já. Þá áttaði sig á því að við þurfum að breyta einhverju. Og þá að því það var engin breyting á skíðunum það er lengi mörg ár, sko. Þannig að þeir ákveða að ef við breykum skíðin og setjum mitt á þau og þá er snertiflöturinn orðin mikill á snjónum þó skíði mingi, skilur. Já. Það er sami snertiflötur á snjónum. Já. Og þar að leiðandi gastu farið eins og ég er á 1,65. Já, miklu minni skíði. Og ég get karfað á þeim og ég get krúsað á þeim. Krúsað er að taka stóru beygirnar og allt þetta, sko. Já. Og veist, að því snertiflöturinn er orðið það mikill á snjónum sem virkar eins og mjó og löngskíði, stað fyrir breið og stuttskíði. Já. Það eru mesta breytingin á skíðunum, sko. Það er orðið miklu auðveldara að skíða. Já. Það er nú kannski svona í megindráttum það sem að, fleiri geta notið þess. Já, þá komi líka twin tip skíðin og freestyle skíðin til þess að ná ungu kynslóðinni lengur á skíðunum að missa þau ekki yfir í snjóbrettin, skiluru. Já, ég hafði ekki hugleitt þetta, en þarna er alveg stór
þáttur í skíðarsögunni Já. að við mistum öll börnin okkar yfir á bretti. Já, það er bara tímabili. Já. En þá gerist það líka að fjölskyldan, hún slitnar í sundur. Ég veit það, já. En núna börnin mín allavega sem eru komið með börn, þau eru komin aftur að skíði til þess að geta að fara með börnin sín út af því að þú getur ekki með góðu móti verið kannski á bretti að kenna börninu þínu á skíði. Nei, það er alveg rétt, sko, vegna þess að þú veist að þau er ekkert samleið snjóbrettið og sviskiðin í fjallinu. Já. Ég tala ekki þetta reynar á milli svæða, þá getur þau íttið með stöfunum en þú ert ekki með stafi með snjóbrettunum og... Guðkomar eru oftur frústreraðar með eitthvað brettabatn í eftirdrægi að reyna að toga það yfir einhverju hóla. Já, akkurat. Já, þannig að breytingin var gífurleg þarna með skíðin og þarna breytist allt. Við erum kannski fordómafull. Við erum náttúrulega syskiða megin sko, og ég veit að sumir njóta þess virkilega að vera á bretti og það er alveg heil kúltúr í kringu það auðvitað. Já, og líka sko, svo sér það að þó fjallaskíðin hafa alltaf verið inni. Já. En þau breytast þá rosalega eftir kringu 2010. Þá fyrir að koma létti búnaðurinn inn þar. Já. Og vera svona meiri svona einfallleikin í bæði í bindingum og allt þetta, sko. Því menn vilja bara geta skellt þessu skinnun mundið, brunað upp. Já. En þyngdin var svo svakalega áður fyrir í þessu búnaði, sko. Einmitt, svo koma og kannski ef við höldum aðeins utanum þessa þróun sem hefur átt sér stað þá er verður svona þetta karfing svona algjör bara umskipti í skíðaíþróttum, það bara breytist allt. Já. Og er það svipa leiti sem að stangirna fara að verða með svona liðamótum? Nei, ég held að stangirna voru konar fyrir með liðamótum, sko, ég held að En svo gerist það að, sem hefur kannski alltaf verið, einhverjir voru á svona fjallaskíðum, en það er stóra byltingin sem ég upplifði fyrir einhverjum, 10 árum síðan? Ég held að bæði í COVID-inu núna síðast, þá var algjör sprenging í fjallaskíðum. Já. Og þar aðleiðandi þá gastu bara farið það sem þú vildir, þó að skíðasvæðin var ekki opinn, og það eru þessi skinn sem settur undir skíðin, þú labba bara upp, og ef það komin í ákveðin halla þá hækkar undir hælinn. Já. Og svo tekur skinn undan, læsi hælnum og skíða niður. Já, það er kannski gaman fyrir þá sem þekkja þetta ekki að heyra hvernig þetta virkar. Það er, maður hækkar hælinn á bindingunni. Já. Og þá er maður að lappa bara svona eins og upp léttar tröppur. Já, og ótrúlega skemmtilt og maður getur bara endalust lappað í rauninni það er auðvelt. Já, yfirleitt er svona 2 hækkanir undir hælinn, sko. Já. Þannig að þegar þú ert að lappa upp þá ertu alltaf í sömu sléttu. Þannig þú ert ekki að teygja einhvern veginn mikið á hásinin, já. Og þetta er æðið sem verður kannski fyrir svona 10 árum síðan. Já, sko, ég held líka að það byrjaði svona kringum 2000 og svona fara stígandi í þessu frá 2010. Já. Og hann finnst síðustu ár hefur þetta svona mettast að vegna þess að bæði hefur mikið frambóð verið á skíðum fólk að endurnýja og þeir sem að byrja ef þú hittir á það, keyptu þá bara nota, skilurðu. Já. En það er ekki þar með sagt að þú fá réttu stærðina af skíðunum eða skónum með allt þetta, sko. Þetta er svolítið dýra græjur. Þetta er rosalega dýrbúnaður í starti og ef þú ætlar bara 2-3 ára árin, sko. Já. Af því, sko, ég nota þetta aldrei fyrir eftir páska, fram á svona sumarið. Já. Ég var ekki að nota þetta yfir háveturinn. En núna er tíminn þar sem fólk er að fara til dæmis á Snæfellsjökul og Kerlingarfjöll og þannig að þetta fólk er á þessum fjallaskíðum langt fram á sumar. Já. Sem er ótrúlega mikil viðbót við þessa skíða mennsku, getur við ekki talað um það þannig? Jú. Og svo megum við ekki gleyma gönguskíðunum, sko. Já, svo er það hitt æðið. Já, það kom að þetta er svona hlaupararnir. Já. Þeir fengu vetara íþrótt á móti, sko, gönguskíðin. Já. Sem er líka ákveðin hlaup og þól. Já. Og þau breyttist líka á þessum tímum eftir aldamótin. Það voru klístrið eða rifflurnar.
þetta var einu sinni eitthvað flóknara út af maður þurfti að vera svo klár í alls konar að bera undir og svona. Einmitt. Núna er þetta orðið einfaldar út í það er bara skinn. Já, skinnin í miðunni sem komu og gerðu algjöra byltingu í að nota þetta. Já. Sem grípa í staði fyrir klístrið eða riflurnar. Já. Þar að leiðandi þurftur bara að bera rennslisábyrgð fyrir framan skinnin og aftan skinnin. Eða engan ábyrgð, ég hef aldrei búið á mín skíði, gönguskíðin mín. Ég bara... Er ég bara að mistið eitthvað? Já, þá veist að þeir oxast, sko. Já, er Þegar súrefni leikur við tóman botnin, þá viljaðu hvítna og koma svona hvítar rákir í sólans. Okay. Það er næring. Er ekki til eitthvað sprey, eitthvað einfalt? Jú, ef þú ætla að geyma skíðin eða svona yfir nótt, þá skulda setja sprey á, bara, það dugar ekki neitt. Já, það dugar ekki. Nei. Þannig að þú verður að bræða þetta inn í botnin. Já, það er bræðið þetta á mörg lög af bæði sigskíðin og fjallaskíðin og auðvitað gönguskíðin. Þetta er allt orðið svona kúnstar reglur að næra sólan svo hann oxist ekki. Já, sko, en nú er ég upplifi svolítið að gönguskíða æðið, ég veit ekki, hvað startaði því? Nú man ég eftir að hann var með svona námskeið, hann Einar Óla vinu þinn frá Ísafirði, sem var nú, þú varst örugglega að keppa við hann á gönguskíðum í gamla daga. Nei, hann er yngri. Hann er aðeins yngri, já. En allavega hann er náttúrulega ólympíufari á gönguskíðum og mikill framámaður. Já, hann byrjaði bara gönguskíðum sem púki á Ísafirði og fór ekkert af þeim, sko. Já, og er ennþá á þeim, sko. Og er eiginlega búin að koma tugum þúsunda Íslendinga á gönguskíðum núna síðustu ári. Sem er nú mikið afrek. Það er rosalt afrek og maður átt að sjá því að eins og hann hefur gert þetta. Hann hélt námskeið og hann hélt, ég með svo að Hvaleyrarvatni var auðlistan milli jól og nýjós eins og heitt kakó. Já, hann er endalaust að gera eitthvað kósi í kringum þetta. Ég er búin að gera braut og maður bara mætti þarna og svo vantaði styrk til að kaupa þarna spora. Já. Og fólk bara læði bara inn á það, skilur. Já. Og buði upp á kaffi og kakó. Þetta var svo flott hjá þeim. Alveg ótrúlega flott. Og hugsið ykkur hvað þetta er, þú veist, bjargar heilsu margra. Ég veit ekki, ég er að reyna að koma orðum að því að einhver eitt svona aðili sem að hefur frumkvæði á lýðheilsu. Já, lýðheilsu. Já. Þarna er bara fleiri þúsund mann sem að fá ótrúlega góða mikla gleði og hreyfingu út úr því að einhver hefur drifkraftin. Já, þetta er bara undið upp á sig og svo hefur verið sprenging í þessu ár eftir ár. Já. Og fjöldin og svo fóru hana landvættina, Íslendingar, því það er alveg sér hlaupan og þú ert að hlaupa ákveðin hlaupa til að fá inn og svo það hefur haft rosa áhrif og það er Róbert Marshall og Brynhildur sem að störtuðu því landvættunum, er það ekki? Nei, ég þór ekki ábyrgjast það. Ég er ekki viss hvort að, en allavega sko landvættirnir Var það Ferðafélag Íslands kannski sem startaði þessu prógrami, en allavega landvættirnir er svona keppni, þar sem að fólk var að keppa hjóli, hlaupi, gönguskíðum og sundi. Já, var ekki skíðin komin að líka? Nei, það kannski heitir þetta eitthvað annað, þar sem gönguskíðin voru að safna stigum. Þau eru ekki fara á gönguskíði í þessu? Já, ok, þá er það, já. En þú veist að það voru sko Fossvogsgangan, hún sprakk utan á sig, sko. Já. Íslandsgangan. Já. Og svo var ég held að Íslandsgangan, og svo var hétt hún það ekki Ólafsfirði. Fossvogsgangan er stærsta. Hún er Ísafirði. Hún er Ísafirði. Það er, hvað er það? Það eru 50 kilometrar eða meira? Sko, það eru 50 kilometrar og svo bara getur tekið minna. Já. Og þetta er orðið svo heimsfrægt. Það kemur fólk allstar á heiminn til að keppa í þessu. Já, vá, það er náttúrulega, ok, úti við erum að tala gamla daga, pældu í því hvað umbreytingi sem hefur orðið, út af því að ég átti gamla frænku, Begga frænku, sem var svona, fór í fjallgöngur og á skíði fyrir þetta 50-60 árum og hún þótti svo skrítin. Fólk sem var þá í svona útivist, það þótti svolítið skrítið, þú veist, að vera einhvern veginn,
já, í ferðafélaginu eða Akkurat, hvað þetta akkurat. hérna, Já, já. þú veist, þetta var svona Það var fólk skrýtna sem var fólki svona sem fór í ferðalagið. Já, Það var skrýtna fólki já, sem fór í er það ekki ferðalagið rétt? útivist. Já. Og ég man eftir að, hérna, já, einhvern veginn að hún var ekki, sko, svona í partíum og svo leiðis, heldur Nei. meira svona að smyrja sér nesti og fara með okkur á skíði. Já. En hugsaði hvað þetta hefur breyst, að núna er fólk að fara að hlaupa út allan heim, það er að fara að gönguskíða mót út allan heim og alls konar sko svona, já, svona íþróttastarfsemi sem er orðið svona ástríða og félagslíf og menning stórs hóps. Já, sko, það er svo gaman að nefna þetta vegna þess að líka það, sko, að hreyfingin sé slík, eins og gönguhópar. Það var alltaf afrek að geta labbað Laugaveginn eða Fimmvörðuhálsinn og allt þetta. En nú í dag þá er haldið mót og fólk hleypur þetta, skilurðu. Það myndi ekki hvarfla neinum að hlaupa þetta hérna fyrir 50 árum síðan. Nákvæmlega, já. Þannig að þetta er allt þróast. Svo er komið hálfur jákall og svo heill og allt þetta, að fólk fer í allt þetta bakarslaupið. Já, nákvæmlega, hleypur sólarhringur saman og það er 100 kilometra, sko, það getur verið, þetta er ótrúlega. Hvað hefur gerst? Já, ég held að margu vill meira. Já. Þú veist, þetta er alveg eins og hérna göngugarparnir okkar, ég kalla fjallagarparnir hérna Haraldur Örn og Leifur. Já, sem eru að fara á Everest og svona. Já, Everest og svona. Það er að fara, sko, á næsta fjall, sko, það er stærsta fjall í hverju heimsálfu. Það heitir Sevid Summit. Við erum að fara á Norðurpólinn, við erum að fara á Suðurpólinn. Það er alltaf verið að bæta við, skilur. Og svo hérna Leifur Örn fór líka norðurhlíð, þarna Everest. Það held ég eini Íslendingur en farið þeim megin, sem dæmi, skilur. Hann er búin að fara báðu megin, sko. Já, þetta er svona ekstrím alveg. Já, þetta er bara hvernig þróunum verður alltaf með okkur. Sko, eftir 20 ár, ég veit ekki hvað kemur næst, sko. Nákvæmlega. Þá verðum við farin að fljúa eða eitthvað. Já, það verður einhvað, sko, það verður. Þetta er svo mikið ofur, sko, þetta hefur verið kallað ofurhetjur. Já. Hérna í gamla daga, sko, en þetta er bara daglegt brauð, all þessi hlaup og allt þetta fjallabrölt og allt þetta. Já, við hefum kannski eftir að átta okkur á því hverju þetta hefur breytt eða hvað merkingu þetta hefur haft, sko. Þetta er, og við höfum heyrt í Örnólfi Valdimarssoni, hérna bakgrunarlækni sem segir að það séu margir að fara illa með líkamann sinn í svona ofur kappi. Já. Þú veist það sem fólk, gerir of mikið. Já, ég getur slítið honum fyrir og allt það, sko. Já. Akkurat, en nú hefur þú verið að skipuleggja ferðir til útlanda, ert að fara með hópa í svona skíðaferðir og svona skemmtilegustu bara skíðaferðir æviminnar hafa verið með þér. Já, takk fyrir það. Og það sem að, hérna, já, þú þekkir orðið þessi skíðasvæði eins og lóan á þér. Já, ég byrjaði 2004 að vinna fyrir heimsferðir að fór í fararstjóri til Selamsí. Já. Og út frá því hef ég verið meira að minna í ferðum. Skíðaferðum ég hef verið mest í Austurríki, auðvitað farið á Ítalíu og hérna, já, ég þekki svæðin mjög vel og farið á mörg þeirra og þetta er þetta sem þekki sjálf, sko, þetta er margir bara að bíða eftir þessu. Já. Og þetta er svo skemmtilegu tími og þú kemst hvergi nær núinu en á skíðum. Já. Þú ert að skíða, fara upp í lyftunni og svo bara þögnin og allt þetta, sko. Þetta er æðislegt. Já, þetta er svona og bestu hvíldin fyrir vinnandi fólk sem er í streituvinn og hvað sem er. Þetta er langbesta hvíld sem getur fengið. Þú séur hvergi betur einhverjum fjallahótelum og svo auðvitað skíða og fá festloft allan daginn. Já. Þetta er æðislegt. Þetta er æðislegt. Hver er uppáhaldsstaðurinn þinn? Sko, í mörg ár var Svalbard Hintiglem minn uppáhaldsstaður og ég held ég hef verið þar ábyggilega 13 sinnum. Já. Svo bara seinni ára finnst mér oft skemmtilegra að fara kannski á svæði sem er ekkit óbúslega mikið af fólki. Já, fara á minni staði sem eru fámennir. Minni þekkta staði, já. Og þú sér eins og í Santa Margaretin í Ænek í Lungádalnum. Já. Þarna er 6 kilometra brekka beint fyrir aftan bakdyrnar á hótelinu. Já.
og það ég get sagt þér að sú brekka bara algjör draumur í dós og þarna ekkert ómikið af fólki og mér finnst það æðislegt. Hverju sækist það helst eftir í svona skíðaferðin? Hvað það sem að svona gefur þér mesta gleði? Það langa brekkur eða það svona að vera, þú veist, á notalegum stað þar sem hópurinn saman eða hvað það svona sem að þið finnst veitaði mesta ánægju? Sko, það allt þarna á milli og raun og veru eru sko, við sér það skíðahópar í dag almennt í skíðaferðum. Það 99% að vera að skíða á rauðum og bláum brekkum. Svona auðveldu brekkum. Já, fólk ekkert að sækjast eftir svörtu brekkunum. Svarta brekkan svona að þú ert að fá adrenalín, aðeins kikka, prófa eina brekku. En svo að fá að karfa í blári brekku, núna finnst mér það skemmtilegast að öllu. Það langskemmtilegast, alveg hárrétt í þar. Það bara fara í svona flug bara. Já. Svífa niður brekkurnar. Þá ekki gott að vera ef þú vilt fá svona njóta inn í brekkunum þá skalt ekki vera inn á þessi fjöldin og fara frekar að fá meina staði. Já, nákvæmlega. Og það finnst mér svo að Lungádalurinn alveg frábær í það. Það ekki mikið fólki. Já. En það ekkert annað að frétta þar skilur, annað en að hótelið þitt og skíðin. En það alveg nóg fyrir mig skilur. En þarf eitthvað, hvað það sem fólk myndi vilja annað? Stundum sem vilja hafa svona einhver bæ og geta farið út og breytt mataræði, vera ekkert á hótelinu og borða annar staðar og ég veit það ekki, það ekkert. Já, það kannski eftir aldrei, núna á mínum aldri langar mér bara að hafa þetta einfalt. Ég sammálaður. Fá bara að borða á hótelinu, ég vil helst að heita pottur, mér finnst það mjög gott að geta komið. Nokkra sána. Já, það verið æðislegt sko að aðeins að mýkja sig. Já, ég sammálaður, allt þetta. Enda við að keyra á þessu. Þannig að ævintýraferð Fjallakomans hafi verið að keyra á þessu að verði svolítið og haldi utan á með hótelið. Það ekki bara einhver skáli og þú bara farið einhvern morgumat. Það bara góður, það lúxushótel. Það lúxushótel og maturinn hugsað fyrir alla heilsuflóru hvers og eins. Skilur hvort þú sért vegan eða hvort þú sért. Það vissar að hafa þannig, glútenlaust og allt þetta. Þú getur fengið allt þetta að þú koni í 4 stjörnu hótelin. Já. Ert þú að fara til Lungá helst? Já, ég verið þar núna, síðustu 3 árin hef ég verið þar, já. Og þá Ópertáin, það fyrir ofan, það svo gaman að segja frá því að í Bítlarnir, að 60 ár síðan að Bítlarnir, voru þar og gerðu plötu, þarna frá. Já. Og það stytt að þeim bænum og það myndir að þeim á stöðunum og svona, maður fær svona feeling að sjá þessa sögu þeirra, flíilinn upp í fjalli og allt þetta og myndirnar á restaurantunum og svona þeir sem eins og og við kynslóð Bítlana sko. Já, akkurat, þannig að þetta svona, við megum vera, við getum gert þetta, þessa skíðamennsku. Já. Það kannski svona, ef við súmurum þetta upp og þegar við byrjum á þessum hetjum skíðaíþróttarinnar á Ísafirði sem eru á níræðisaldri sem eru ennþá á skíðum. Já, það ótrúlegt. Það svo ótrúlegt. Og þeir eru... Og býtu, hvað heitir hún sem fór á Ólympíuleikana? Hún við meðum ekki bara tala um kallana. Hún mamma frá Ísafirði, hún sem keppti á Ólympíuleikunum sjálf. Já, Jakobína. Já, Bína Koppa. Já, Bína Koppa. Já. Heyrðu, hún nú heldur betur ein af okkar helstu skíðahetjum. Já. Hún upplifði drauminn aftur, fór 1900, hún keppti var ekki fyrir 70 árum, jú? Já, hún keppti fyrir 70 árum. Já, býtunum við, og svo nú fæ ég samansko við hafa ekki talað um allar flottu konurnar, skíðakonurnar. Já. Svo fara á Ólympíuleika ætlaðis ekki Jórunn Vigfús og Steinunn næst. Jú, og Magga Bald. Þær fara 3 ár. Já. Og það þarna... Það þarna 3 Maggurnar á Akureyri, sko, Magga Vilhelms og Magga Þorvaldar. Já. Og svo hún Guðrún Frímanns. Já. Þær voru alltaf 4 þessar vinkonur saman að æfa skíði. Á Akureyri. Já. Og svo kom Nanna Leifs sem og svo var Ísavera Sera Gríms og Kolbrún Svavas var líka að æfa skíði. Fór Sera Gríms á Ólympíuleika? Nei.
En allavega, það svo vil ég nefna já, Steinun og Nönnu og Ásu Hrönn og þessar sem að voru, og svo náttúrulega yngri sem að, við þekkjum kannski minna. Fullt af æðislega flottum. Já. Það var einhverjir yngri, þáttastjórnendur að koma og segja frá því. Já. En eigum ljúka þessu með því og segja mig frá einhver svona einu svona töframómenti sem þú voru átt í tengslum við skíðin sem er svona eitthvað það besta sem þú hefur upplifað í þessum heimi. Ég held ég hafi nú sagt frá því áðan byggilega. Það er að skíðin sko þegar maður var á fullu í vinnu og allt þetta sko þá var alltaf svo gott að koma til fjalla og þjálfa og æfa og leika sér og alltaf þessi tilfinning að fá útrás anda inn þessu fersku fjallalofti og vera bara að njóta og vera á núinu og vera á staðnu sko, þarna uppfrá sko, það er bara upplifunin að því að vera í fjallinu að leika sér. Já, og eins og skíðaferðum manna mér finnst það algjör draumur í dós þetta er ekki frelsi. Svo mikið frelsistilfinning, já, að svífa niður brekkurnar og ég tala ekki það að eins og segi seinna ára hef ég valið meira að vera ekki þessi mikið af fólki ef ég fer erlendis. Við erum mjög mikið þar sérstaklega því að sum okkar hafa lent í slysi. Já, ég man eftir því. Já, og það er náttúrulega oft að gerast að það er helst það sem við erum hræddu, það er að rekast á einhverja aðra skíðamenn. Já, það er líka sko þú ert á stóru svæðum sem mikið af fólki að því þetta er svona hjarðir sem fara alltaf eins og að vita allir Madonna, allir vilja þetta Madonna, Íslendingar. Allir vilja þetta Selva sko og svo vilja Íxl og þessa staði. En þetta er allt svona mikið fólksfjöldi sem er á svo stöðum og ég bara stundum skilja það ekki á hverju vill allur fjöldin fara í fjöldan. Af því ef þú ætlar að skíða og vera í frelsi þá vilt þú skíða og fá einhvern ripma á leiðinni niður fjallið og svo allt í einu bara, ég þarf að breyta sig, ég fari í pló, það er fullt af fólki hérna sem ég kemst ekki framhjá og allt þetta finnst manni svona hindrun. Já, það er það. Já. Þannig að þetta er góð skilabóð að við þurfum að velja vel hvert við förum út af því að það skiptir máli að geta haft svona pláss í brekkunum. Já, akkurat og líka sko eins og þið allir vita að febrúarmánuður er rosa erfiður. Það sem skólakrakkar eru í fríi alls þar á Evrópu og þeir hrúast inn á skíðasvæðin og þarna sérðu bara litla krakka í gulu vestum og eftir einhverjum kennara sko. Og það er alveg fram í miðjan mars. Frá svo lengi? Já, ég var að spyrja tjattið út í það, en það er sko, ég var að skoða annarkvort maður í raun að fara í janúar eða seinnipartinn í mars og það eru náttúrulega margir skemmtileg skíðastæðir fyrir það. Já. Heyrðu, æðislegt að fá þig Gummi. Takk fyrir, ég vonaði að koma einhverju til skila. Já, það er alveg fullt fróðlegt sem við fengum að heyra í dag skíðamennsku og þeir sem er ekki dottnir í það, skíðamennskuna, þeir vita allavega meira skíðamennskuna eins og hún er í dag. Það er úr mörgu að móða. Viltu segja eitthvað að lokum? Nei, bara takk fyrir mig og eigið góðan dag. Já. Góður, fallegu dagur í dag. Þannig að við stöðum þetta núna. Sjáumst hérna eftir. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir. Málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is